Akureyri hefur verið einn vinsælasti áfangastaður Íslendinga í áratugi. Ferðaþjónustan atvinnugrein sem vex hratt og vegur æ þyngra í þjóðhagsreikningum og þar með í rekstri sveitarfélaga. Bæjarstjórn Akureyrar hefur samþykkt nýja ferðamálastefnu til næstu 10 ára en í bænum eru hátt í 200 fyrirtæki í ferðaþjónustu. Framkvæmdastjóri Akureyrarstofu segir að stefnan sé margt framsýn. Ég held við getum alveg sagt að Akureyri Akureyrarbær hafi verið að vinna nokkuð markvisst. Akureyrarstofa hefur unnið eftir því svona markmiði að breyta hugmyndin Akureyri úr viðkomustað yfir í áfangastað og ég held að það hafi gengið vel á síðustu árum en þessi vinna og þessi stefna hún gerir okkur kleift að vinna með enn markvissari hætti. Að það svona alveg nokkuð skýrt á nokkrum sviðum hvert við stefnum næstu 10 árin þó þurfum svo sjálfsagt að búta það miklu meira niður. Framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands segir að tækifærin í ferðaþjónustu liggi víða. Já, ef við erum að horfa bara á Akureyri sem slíka þá liggja tækifærin meðal annars í skíðasvæðinu. Vetrarferðaþjónustan og útivistin á Akureyri stóra tækifæri, myndi ég telja. Þetta mjög vaxandi aðdráttarafl í ferðaþjónustu á heimsvísu. Það að segja ferðamenn sem vilja koma á stundarhreyfingu, útivist og vilja ferðast að vetri. Þannig að ég held að við höfum nóg eftir og í þessari stefnu var kannski mikið verið að horfa líka bara svolítið styttra heldur en þessi 10 ár til þess að horfa á svona hvað væri hægt að gera núna hratt og örugglega til þess að tryggja bænum svona ákveðin hluta af þeim ferðamannastraumi sem að koma til landsins. En svo náttúrulega bara Norðurland sem heild sem á alveg óendanlega mörg tækifæri og ég held að það sé mjög mikilvægt að við kynnum svæðið sem þetta fjölbreytta svæði sem það að menn haldi áfram eins og þeir hafa verið að vinna síðastliðin ár að bara kynna þetta sem eitt stórt útivistarsvæði, náttúruparadís. Í þessari ferðamálastefnu lögð áhersla á að ferðamennska verði öflug atvinnugrein allan ársins hring. Þetta algjört lykilatriði ef við ætlum að byggja upp, ef við ætlum að fá hingað fjárfesta. Ef við ætlum að fara að byggja upp nýja afþreyingu þá verðum við að horfa á heilsársatvinnugrein og við erum farin að sjá mjög góð haust. Við vorum með ferðamenn alveg fram í miðjan nóvember á öllu Norðurlandi sem mikil breyting frá því hefur verið. Jólin eru betri heldur en þau hafa nokkru sinni verið hérna á Akureyri. Þó að við auðvitað viljum sjá miklu meira ferðamennum en þetta allavega skrifir rétta átt. Og svona með því að setja þetta í stefnuna og horfa á allar árstíðir þá fara menn að fókusa til dæmis viðburðahald á aðrar árstíðir heldur en á sumarið og þetta skiptir bara máli í þróuninni, að stýra henni svolítið í þessar áttir. Samkvæmt stefnunni verður áfram unnið markvisst að eflingu millilandaflugs Akureyrarflugvöll. Hjartað í Vaðlaheiðinni verði endurgert þannig að það verði kennileiti á ný. 5-10 nýjir afþreyingarmöguleikar verði til á Akureyri á næstu árum og viðburðir sem höfða til ferðamanna verði eldir og þeim fjölgað. Ef við kíkjum 5 ár aftur í tíman þá ekki nokkuð vafi á því að það eru margfalt fleiri afþreyingartilboð sem hafa bæst í safnið en við sjáum bara þróunina til dæmis í kringum hvalaskoðunina og það eru talsverðar væntingar að það sé hægt að byggja upp meiri sjávartengda afþreyingu, mun meiri heldur en bara hvalaskoðunina. Þó hvalaskoðunin sé alveg gríðarlega góður grunnur og svona ætti að færa fólki heim sannin að hér sé óhætt að fjárfesta í afþreyingu. Og það mjög mikilvægt að benda bara á það að það eru bæði heimamenn og aðilar sem að koma utan svæðis sem að leggja mjög mikla peninga í afþreyingu á Akureyri, bara þessi misserinn, sem ætti að færa okkur heim sannin að hér sé bara einfaldlega gott að fjárfesta og það það sem að við þurfum að leggja áherslu á og þá ég sannfærður að þetta markmið mun ganga eftir með allnokkur glæsibrag, það mín spá. Í kafla stefnunnar innviði kveðið á að komið verði upp samgöngumiðstöð. Leitað verði eftir fjárfestingu einkaaðila í afþreyingarmöguleikum sem hafa mikið aðdráttarafl. Þórgnýr nefnir í þessu sambandi kláflyftu upp á efstu brúnir Hlíðarfjalls. Sérstakur kafli að Akureyri verði grænn og vistvænn bær. Akureyri tók skref á undan flestum öðrum sveitarfélögum varðandi endurvinnslu og sorpi til dæmis og hefur verið að vinna mjög mörgum þróunarverkefnum sem eru varðandi það að vera græn og vistvæn sem eru bara svolítið vel falin. Og það svolítið verið að reyna að draga þau fram þarna. Það alveg óbáslega mikil tækifæri sem felast í því að kynna sjálfbæra og umhverfisvæna ferðaþjónustu. Það mjög stór hópur ferðamanna sem vill leita í áfangastaði sem að bera virðingu fyrir umhverfinu, náttúrunni.
og við viljum bara ná þessum svona litlu verkefnum fram, gera þau sýnilegri með því að draga þetta svona fram í stefnunni. Og að því þú varst að tala fjárfestingarverkefni, þá til dæmis bara eitt dæmi, það nýtingin á heitavatninu okkar. Það eru stór fjárfestingartækifæri þar, hér á svæðinu, sem að tengjast beint í það að vera sjálfbær, að vera umhverfisvæn, vera græn. Þannig að við þurfum að gera bara meira úr þessu. Og það kannski tilgangur með að draga þetta svona sterkt fram þarna. Og ég held að menn sjáu það að þeir lesa stefnuna, það held ég engin kafli jafn svona ítarlegur eins og þessi kafli. Og það vegna þess að það svo mörg verkefni til, en það þarf bara að koma aðeins upp á yfirborðið. Það alveg augljóst að þessi stefna verður ekki að veruleika fyrir krafta Akureyrarstofu einna saman eða krafta Akureyrarstofu markaðsstofunar saman, jafnvel þó að við legðum saman og getum gert mjög margt þegar við leggjumst á árarnar. Að þá þarf að virkja mjög marga